Og snúum okkur að þriðja dagskrárlið, Hafnarstræti, göngugata, verklagsreglur lokun. Ingibjörg Ólöf Ísaksen, bæjarfulltrúi, tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Er að ræða 12. lið í fundargerð skipulagsnefndar frá 27. apríl síðastliðnum. Þar fór vinnuhópur með verklagsreglur lokanir gatna og lagði fram tillögu að samþykkt lokanir gatna í Akureyrarkaupstað og óskaði eftir umsögnum frá Akureyrarstofu og framkvæmdadeild. Með leyfi forseta þá ætla ég aðeins að reifa fyrstu 4 greinarnar í þessum verklagsreglum bara svona til upplýsinga fyrir bæjarbúa og bæjarfulltrúa. Fyrsta grein, tilgangur og almennar forsendur. Takmörkun á umferð vélknúinna ökutækja eykur öryggi gangandi vegfarenda, á þátti því að efla bæjarbrag og virkar hvetjandi fyrir íbúa og gesti til að ganga og njóta útiveru. Með því að takmarka umferð vélknúinna ökutækja er opnað fyrir gangandi umferð og möguleika til að nýta miðbæjarsvæðið, meðal annars fyrir uppákomur sem trekkir að fólk og eykur viðskipti í bænum. Samþykkt þessari er ætlað að tryggja að vel sé að þessum málaflokk staðið og að lokanir gatna fyrir umferð vélknúinna ökutækja séu í sátt við íbúa, rekstrar og hagsmunaaðila. Samþykkt þessi nær til tímabundinna lokana gatna fyrir umferð vélknúinna ökutækja í Akureyrarkaupstað. Önnur grein, lokun göngugötu. Lokun þess hluta Hafnarstrætis sem kallast göngugata er að lágmarki eftirfarandi. Júní, fimmtudaga, föstudaga og laugardaga frá klukkan 11 til 17. Júlí, alla daga frá klukkan 11 til 17. Ágúst, fimmtudaga, föstudaga og laugardaga frá klukkan 11 til 17. Þriðja grein, lokun listagilsins. Lokun vegna listviðburða í þeim hluta Kaupvangsstrætis sem kallast listagil er heimiluð frá klukkan 14 til 17 frá maí til september. Sækja skal það lokanir í apríl fyrir hvert ár. Fjórða grein, lokun miðbæjarins. Lokanir fyrir umferð í miðbænum á eftirfarandi hátíðum og viðburðum. 17. júní, verslunarmannahelgi og á Akureyrarvöku. Umsagnir vegna þessara verklagsreglna bárust frá framkvæmdaráði og stjórn Akureyrarstofu. Þar sem athugasemdir stjórnar Akureyrarstofu koma á orðalagi, auk þess sem stjórnin varpa fram þeirri spurningu hvort eitthvert þak ætti að vera á fjölda heimilaðra lokana í listagilinu á tilgreindu tímabili. 2 athugasemdir bárust frá Vilborgu Jóhannsdóttur og Úlfari Gunnarsinni í Sentró, þar sem framkomu ýmsar spurningar varðandi miðbæinn, og frá Herdísi Hermannsdóttur sem spyr hvernig aðgengi hreyfihamlaðra með P-merki verið tryggt að verslunum og þjónustu á svæðinu. Skipulagsnefnd tekur undir athugasemd A-liðar við Akureyrarstofu og spurningu Herdísar og mun gera breytingar á verklagsreglum í samræmi við þær og leggur til við bæjarstjórn að þær verði samþykktar þannig breyttar. Jafnframt þakkar skipulagsnefnd innsendar athugasemdir og ábendingar og felur skipulagsstjóra að svara þeim. Takk fyrir. Ingibjörg Ólöf Ísaksen, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu. Næst tekur til máls Eva Hrund Einarsdóttir, bæjarfulltrúi. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að bara fagna því að það sé verið að setja verklagsreglur í kringum þessar lokanir. Það ég held að það ekki farið fram hjá neinu okkar að þetta hefur valdið pirringi hjá mörgum bæjarbúum. Þannig að ég til þetta mjög jákvætt skref. Það eru nokkur atriði sem mig langar að fara yfir. Ég finnst heldur vel í lagt að þær lokanir sem eiga að gera í göngugötunni. En ég ætla svo sem ekkert að stoppa þessa verklagsreglu út frá því, en ég hefði alveg vilja, við hefðum farið aðeins skemmra að sinni og hefðum kannski verið lokað 50 til laugardaga allt sumarið, ekki verið með breytilegt milli mánaða, en ég læt það svo sem stoppa mig ekki í þessu, en það eru önnur atriði sem mér langar að gera breytingar til lögum. Og mér þykir leitt að hafa ekki senda á ykkur fyrir, en ég er búin að ræða við nokkra aðila hérna inni, þannig að þetta ætti ekki að koma ykkur öllum á óvart. En þegar þetta var kynnt fyrir mér fyrst úr þessari nefnd sem að setti þessa reglu saman, þá var þetta kynnt þannig að
varðandi lokun listagilsins að það yrði ákveðin kvóti. Að það yrði 4 skipti sem að væri hægt að sækja til lokunar á þessu tímabili. Mér fannst það mjög jákvætt, en svo þegar ég fekk að sjá plaggi þá kemur það ekki fram í þessu plaggi. Þannig að mér langar að gera það að breytingatillögu að í 3. grein lokun listagilsins að við myndum þá bæta við að greinin þá þannig: lokun vegna listviðburða í þeim hluta Kaupvangsstrætis sem kallast listagil heimiluð frá klukkan 14 til 17 frá maí til september. Sækja skal þær lokanir í apríl fyrir hvert ár og verður að hámarki gefið leyfi fyrir 4 lokanir á þessu tímabili. Þar sem að ég veit að þessar verklagsreglur fara mismunandi vel í aðila og við höfum fengið mótbárur frá ýmsum aðilum í miðbænum sem reka þar verslanir og veitingahús og fleira, þá hefði ég vilja að við færum mýkri leiðin í þessu, að við myndum taka þessar verklagsreglur upp eftir þetta tímabil aftur og endurskoða út frá reynslunni. Kannski á þetta bara eftir að ganga rosalega vel og allir verða sáttir, en ef ekki þá vilja við setjum fyrirvara á og munum skoða niðurstöður eftir þetta tímabil. Þannig að ég legg til að það verði gerð önnur viðbótargrein sem að hljómar svo: verklagsreglur þessar eru gerðar til 1 árs og verða endurskoðar eftir tímabilið út frá reynslu. Og þarna erum við þá allavega að gefa okkur séns eða færa á því að breyta ef okkur finnst þetta fara miður. En auðvitað vonumst við til að flestir verða sáttir og að þetta bara eigi eftir að auka verslunni í bænum, en ef svo ekki að þá erum við allavega með fyrirvara á. En eins og ég sagði, mér finnst mjög jákvætt að þessar reglur sé að koma á og sérstaklega líka sá hluti varðar merkingar. Það hefur farið verulega í taugarnar á fólki að það komi með langleiðina niður gilið og þá sér það að það sé lokað og þarf að fara að snúa við og fara eitthvað annað. Þannig að mér finnst þetta á örugglega eftir að breyta miklu og vera jákvætt. En ég bara legg til þessar 2 breytingar og bið forseta að taka þær upp. Eva Hrund Einarsdóttir, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu. Orðið er laust. Guðmundur Baldur Guðmundsson, bæjarfulltrúi, biður orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil líkt á bæjarfulltrúi Eva bara fagna þessum reglum. Það er ágætt að við skulum koma reglur og vissulega er það þannig að við getum aldrei deilt það hversu langt á að gangi í þessu og ég er pínulítið á sömu línu á bæjarfulltrúi Eva að það kannski verið mátt ganga aðeins skemur í þessu, en ég tel hins vegar að það hafi verið unni nokkuð faglega að þessu. Það er ekkert allir ánægðir með þessar reglur, en ég er mjög ánægður með þessar breytingartillögur sem að bæjarfulltrúi Eva leggur hér fram og mun styðja þær. Ég held að það séu bara til bóta, þá erum við minnst að taka þessar reglur til endurskoðunar í haust sem er til mikilvægt og sjá til hvernig reynslan hefur verið orðið af þessum breyttu reglum. Og svo líka það að það séu settar fjöldatakmarkanir á lokun vegna listviðburða í listagilinu. Ég held að það bara hefur góð að hafa þær niður neldar. 4-5 skipti hefur kannski verið. Ég veit ekki, maður getur deilt hvort það eru 4-5 skipti, en þannig settum við fram tillögu 4 skipti og ég kem til með að samþykkja það. Takk. Baldur Guðmundsson, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu. Næst tekur til máls Preben Jón Pétursson, bæjarfulltrúi. Forseti, bæjarfulltrúar. Ef bílastæðamálin hafi verið deilumál í bænum þá hefur nú þessi göngugatan og heldur betur oft borðað á góma líka. Og ég held nú að við fáum seint fram þá tillögu sem allir verða sáttir með þetta. Ég fagna því allan að það skuli ekki vera ábyrgð einhvers eins verslunarstjóra eftir veðri og vindum hvenær þessi lokað og hann setja allt uppnám eða hvernig það er. En að bærinn hafi þó frumkvæði af því og kjark til að koma með reglur og ef ég sæti eldsporið heima á mér þá hefði ég hugsanlega haft reglunar aðeins öðruvísi, en það kom góður hópur af þessu og ég veit ekki annað að það verið eining innan þess hóp sem vann þessar reglur. Ég gerði ráð fyrir því að þessar reglur séu settar á og þessi samþykki það núna, þetta með prufið þetta árið og við getum
samþykkt nýja reglur á næsta bæjarstjórnarfundi. Við þurfum ekki til að setja til eins árs. Við getum breytt þeim á hverju bæjarstjórnarfundi sem við viljum. Til þess erum við með bæjarstjórnarfundina til að breyta reglum ef við þurfum þess, til dæmis. Ég veit ekki alveg með fjöldatakmarkanir. Ef viðburðirnir eru þess eðlis og koma upp ykkur flottu viðburðir og sem langar að vera með tónleika eða einhverju hérna í gilinu og langar til að loka, þá finnst mér vont að segja, nei, veistu, það er búið að loka 4 sinnum, það er ekki hægt. Við erum að reyna að koma lífi hérna í Listagili, við erum að koma lífi hérna bæ, og þeim forsendum finnst mér svona, og hérna þurfum að vera búið að ákveða fyrir okkur ákveðin tíma. Það er eina sem ég fannst svona að stinga í stúfi við mína samfæringu, að við viljum hafa líf hérna, við viljum fá óvæntar uppákomur og við viljum geta brugðist við, að þá erum við með regluverk sem segir, nei vinur, þú sóttir ekki fyrir 1. maí, eða það 4 aðrir búnir að sækja Byggjum þetta, við viljum vera menningabær, ekki bara stundum. Við viljum vera svona oftast. Og þeir sem eru í bænum, hvort sem eru verslanir, veitingarekstur og hvað ég viljum fá fólki í bænum. Og það er verið að loka Listagilinu og verið að loka því það er fólk. Það er gangandi umferð. Það er að koma massi að það. Þó einn fari í fílu því hafi ekki séð skilti að hann geti ekki tekið beygina upp gilið, þá er hann bara farið til Brynju og fá sér ís og falla svo bara áfram upp. Ég meina, það getur alveg flósið, en ég mun sambyggja reglunar, en mér finnst það svona vont að það skulle vera takmarkanir á bæði hvenær gilinu er lokað og hversu oft, ef það er reyndar ekki komið, en það finnst mér svona stinga svolítið stúfið Listagilið sjálft. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Preben Pétursson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Sigríður Huld Jónsdóttir, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég bara fagna þessu eins og fleiri bæjarfulltrúar þar sé að vera setja þessar reglur, en ég hef líka áhyggjur af þessum fjölda sem við verðum að tala því að lokunum í Listagilinu, því að ég í huganum taldi nú allavega 2 skiptir sem er lokað þarna, Vestmannahelgin og Akureyrarvakan. Þannig að þá eru í rauninni eftir bara 2 viðburðir. Síðan er verið að tala þarna sumarið, en það eru líka haldnar hér vetrarhátíðir og sem hafa áhrif á umferð í Listagilinu. Þannig að ég bara tek undir það sem að bæjarfulltrúi Preben sagði hér áðan að við gerum ekki við reglurnar of stífar þannig að við þurfum þá að lenda í einhverjum svona þjarki eitthvað sem á að vera mjög skemmtilegt og gera bæinn skemmtilegri. Þannig að, en bara takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sigríður Huld Jónsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Ingibjörg Ólöf Ísaksen, bæjarfulltrúi. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, ég vil líkt á aðrir bara fagna þessum verklagsreglum, en þetta er einmitt partur af því að gera bæinn okkar meira aðlaðandi. En það er nú ekkert svo langt síðan við samþykktum reglur hér í bæjarstjórn sem komið að sölutjöldum og þetta er bara framhald af þeirri vinnu í rauninni. Ég get alveg verið sammála bæjarfulltrúi Everu Hrund að það þurfi að yfirfara það og fara yfir reynsluna og meta út frá því hvernig við sjáum þetta fyrir okkur. Lokunin í júlí er auðvitað svolítið mikil. Varðandi lokun fyrir umferð í miðbænum þá er í rauninni lokað fyrir alla umferð 17. júní, verslunarmannahelgi og Akureyrarvöku. Og ég tel að lokun Listagilsins sé í rauninni haldið utan við það. En það þarf að sækja lokunina til skipulagsstjóra og það er svona spurning varðandi þessa fjölda takmörkun. Ég tel mig ekki vera að hafa til þess að meta hvort að ég vera 4 skipti eða 10 skipti, en ég myndi í rauninni leggja bara til að skipulagsstjóri sæjum að meta það fyrir okkur, eins og kemur fram í þessum reglum. Meira verða ekki. Takk. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Logi Einarsson, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla nú að byrja á því að segja að mér finnast auðvitað ekki athugasemdir verslunar og veitingaaðila í miðbænum léttvægar og ég hef nú svona klórað mér pínu í höfðinni yfir þessu máli. Þetta er auðvitað
lífsviðurværi þeirra og ég meina það má kannski leiða líkum á því að þetta fólk viti kannski einna best hvernig hlutinni ganga fyrir sig. En ég tel þó að þetta sé sem sagt rétt skref að stíga, að prófa þetta, en að við göngumst bara við dálítið ábyrgð þegar kemur að umhverfi miðbæjarins. Við tölum hér mikið lífið í miðbænum og miðbæinn, en við verðum þá að vera reiðubúin til þess að koma á móts við þetta fólk sem er þó að halda uppi atvinnustarfsemi og að draga fólk niður eftir og gera einhverja áætlun endurnýjun og uppbyggingu Hafnarstrætis. Hafnarstrætið var gert að göngugötu fyrir rúmlega 30 árum og er bara löngu orðið barn síns tíma. Flestar götur sem að gerðar voru að göngugötum á 7. og 8. áratugunum, það eru búin að gangi gegnum 3 til 4 endurnýjun. Vegna þess að þegar að Norðurlandabúar fóru einhvern veginn að kreista meira út úr sumrinu, fóru að leyfa sér það að setjast út á verönd og drekka hvítvin eða kaffi, sem að þótti alveg fáheyrt, þá bara kunnum við þetta ekki alveg. Og göngugatan okkar, hún er fyrsta kynslóðagata og ber þess augljós merki. Þegar hún var til dæmis gerð aftur á Akstursgötu, þá lentu menn náttúrulega í því að þurfa að hlykkja hana þarna norður eftir vegna þess að staurarnir voru í miðjunni. Síðan hefur reynsla sýnt annars staðar úr heiminum þar sem menn hafa verið að endurnýja þessar götur að þrátt fyrir þetta séu göngugötur þá eru þær gjarnan með svona hefðbundnu götusniði. Það er að segja það er gangstétt, það er lukt og bekkir og svo er eitthvað svona svæði í miðjunni þar sem neyðarakstur, ferlibílar, leigubílar og stundum bílaumferð getur átt sér stað. Börn eru ótrúlega fljót að læra inn á þetta og það er einn af ástæðunum fyrir að þessi göngugata er bara býsna hættuleg fyrir lítil börn. Fyrir fullorðið fólk sem er að keyra barnavagna og hefur ekki hugmynd hvar þá að bera niður næst. Þannig að ég vil gjarnan að samhliða því að samþykkja þetta, þá tökum við mjög jákvæðar og uppbyggilegar tillögur frá þessum 19 menningu sem að lagðar eru hérna fram, boðum við á fund og förum í einhver plön það hvernig við ætlum að bæta þeirra rekstrarskilyrði og umhverfi. Og ég er alveg sannfærður það hins vegar að tíminn mun leiða það í ljós að þau munu líka verða opnari fyrir því að loka þessu svo bara kannski jafnvel enn meira. Annað sem ég hef svolítið áhyggjur af, ég er fagna því að skipulagsnefndin hafi tekið undir þetta sjónarmið fólk sem er fatlað. Ég hefði viljað ganga lengra og ég hefði viljað undanskilja hreinlega strætó frá lokun Listagilsins og ég hefði viljað leyfa leigubílaakstur þegar hans er þörf. Við getum ekkert lokað augunum fyrir því að það koma kannski einstaklingar þarna klyfjaði í töskum og eru að fara svo að labba í lyftulausum húpum á 3. og 4. hæð og við þekkjum þetta frá útlöndum að yfirleitt eru gerðar undantekningar fyrir þennan akstur. Þannig mér finnst alltaf að skoða það allavega. En ég hins vegar geri það ekki að neinu ágreiningsefni, ég vildi bara að það kemur fram. Ég er svo sammála athugasemdum sem Preben Jón bæjarfulltrúi og Sigríður Huld bæjarfulltrúi tóku upp hér og gagnrýndu sem sagt hugmyndir Evu að setja kvóta á Listagili. Mér finnst það frekar svona lítil tala, naum tala. Fátt er nú skemmtilegra þegar maður rekst óvart inn á bæjarhátíðir og festival erlendis þar sem að götur eru undirlagðar og ég hef alveg trú á því að með auknum ferðamannastraumi þá munum við sjá sóknarfæri og tækifæri í því að loka Listagilinu oftar, en umfram allt myndi ég nú kannski vilja að við skoðum það að breikka gangstéttina sunnan við Listasafni. Við erum að gefa bílunum alveg svakalegt pláss, við gætum alveg örugglega mjókkað akvegin 1-2 metra og bara við það að gera gangstéttina 1,5 metri breiðari, þá gæti bara vel verið að við þyrftum ekki að vera að loka gilinu eins oft. Annars er ég bara sáttur við breytingatillögu Evu, hvað hitt atriði varðar og
og þó að það sé rétt hjá bæjarfulltrúa Brebbe en að við getum hvenær sem breytt þessu, þá þetta allavega yfirlýsing það að við ætlum okkur að setjast niður í haust og meta árangurinn. En eftir mjög vandlega umhugsun þá mun ég styðja þetta. Og ég veitur Logi Einarsson og Logi Málsson, ég ætla að biðja varaforseta Sigríði Huldu Jónsdóttur taka við stjórn fundarins og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta þessi umræða og ég get tekið undir vel flest, ef ekki allt sem Logi Már Einarsson sagði áðan. Varðandi þessar lokanir og þessar athugasemdir, þá velti ég fyrir mér, við erum að tala um 17 til 19 rekstraraðila í miðbænum sem eru mjög efins þetta. Þau hafa áhyggjur af því að þetta hafi áhrif á þeirra rekstur og sína afkomu. Mér finnst mjög mikilvægt þegar við förum í svona að við reynum að hafa sem mest samráð og fulltrúi skipulagsnefndar, formaður, ásamt öðrum talaði við fulltrúa miðbæjarsamtakanna en það virtist svo komið í ljós að það var lítið samráð, ef ég skildi rétt, innan miðbæjarsamtakanna. Sá fulltrúi sem var fyrir þeirra hönd hafði lítið samráð við aðra sem voru í miðbæjarsamtökunum. Ég voni ég sé ekki að fara með rangt mál, allavega var það minn skilningur á þessu. Og það finnst mér mjög miður að það sé ekki meira samráð og meiri samvinna. Við bæri vissulega gerði sitt til þess að vinna þetta í hvað mestri sátt. Mér finnst það svolítið erfitt að eltast við það að loka bara þegar gott veður. Ég er búinn að vera mjög klofinn í þessu máli. Ég hef verið eiginlega þar að samþykkja þetta alls ekki vegna þess að mér finnst að við eigum að fara bara aftur í það fyrirkomulag sem var. Ég veit nú ekki einu sinni hvernig það var, öðruvísi en það að það var fulltrúi held ég einu verslunum sem að lokaði þarna þegar það var gott veður eða voru skemmtiferðaskip. Mér skilst að þessu 26 skemmtiferðaskip í júlí, allavega 22 daga sem eru dekkuð. Þannig að þetta er búið að vera umræða sem er búin að fara í hringi. Ég get fyrir fundin þá var ég eiginlega ákveðin í því að vera á móti þessu. Og það aðalega fyrir það að mér finnst mjög erfitt að samþykkja þetta af því að það er ekki fleiri innan miðbæjarins sem að koma að þessu og töluðu við bæinn. Ég tel bæinn ekki hafa gert neitt rangt, en ég hef svo sem rætt þetta líka við aðra bæjarfulltrúa eins og Loga Einarsson og við erum sammála það að við þurfum að fara strax í samráð við þetta fólk vegna þess að við viljum náttúrulega númer 1, 2 og 3 hafa líflega miðbæ og reyna að gera því sem mestri sátt. Mér finnst að við eigum að endurskoða þessa reglu einu sinni á ári eða hverju hausti, hvernig sem það er það er náttúrulega einu sinni á ári. Varðandi lokanirnar, þá hef ég verið einn af þessum sem hefur pirrað mig yfir því þegar það er búið að loka bara og maður veit ekkert hvað er í gangi. Mér finnst ekki ástæða samt að hafa takmarkanir á því. Ég er pínu skeptískur á það. Að hafa, einhverja ákveðna 4 daga. Mér finnst að það ætti að geta verið meira, en það þarf að merkja það betur og þannig að það sem snýr að gilinu. Þannig að ég veit að ég held að við séum öll sammála það að það er reglulega að fara í gegnum svona tillögur sem eru koma fyrir bæjarstjórn ef það ganga bara einfaldlega ekki upp, ef það er ekki að þjóna hagsmunum þeirra sem að þeir eiga að þjóna vegna þess að þeir eiga að þjóna bæjarbúum, þau eiga að þjóna þeir sem að stunda rekstur þarna, þau eiga að þjóna okkar mannlífi, þannig að og það gildi sama með gilið og miðbæinn. En ég veit að það eru allir áhorfendur sem eru náttúrulega fleiri hundruði núna á YouTube að fylgjast með, eru alveg klofnir yfir því hvar ég stend í þessu máli, þannig að eru alveg jafn nærði og ég, en ég veit það ekki. Mér finnst þetta að vera
ég hefði viljað gjarnan að við hefðum náð þessum fulltrúum miðbæjarsamtakanna miklu fleirum að borðinu, það hefði verið meira samráð þar og við höfum náð að gera þetta í meiri sátt. En vissulega viljum við og ætlum við að tala við þessa aðila og funda með þeim til þess að finna lausn sem gengur upp, vegna þess að það er ekkert sem kemur í veg fyrir það að þetta getur verið tekið fyrir hér í bæjarráði í júlí eða ágúst eða í bæjarstjórn í september eða hvað það er, og við breytum þessu, vegna þess að þetta er ekkert skrifað í stein, þessar reglur. Þakka fyrir. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur lokið máli sínu og biður forseta að taka aftur við stjórn fundarins. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla nú bara eins og margir aðrir fagna þessum tillögum frá starfshópnum sem vann þessa vinnu, og ég vil bara minna á að þetta er vel undirbyggð vinna. Það var gerð könnun meðal íbúa en ég þakka bæjarfulltrúa Matthíasi fyrir að upplýsa samráðsleysi innan samtaka kaupmanna í miðbænum. En mér finnst það bara er eitthvað vandamál sem þeir þurfa að leysa. Það var haft samráð við miðbæjarsamtökin. Ég hef miklar efasemdir að sé sniðugt að setja einhvern kvóta á þetta. Ég myndi þá allavega vilja heyra hvað, og mér finnst 4 dálítið lítið, vegna þess að ég gerir ráð fyrir að sé lokað yfir Akureyrar af ÖKU-verslunarmanningin 17. júní, og þá hefur að velja einhverja eina listasýningu til þess að vera á lokunardegi þannig að það þarf að hugsa það, en mér finnst bara algjör óþarfi að vera að setja einhvern kvóta á þetta. Svo finnst mér kannski í raun og veru mjög góð hugmynd að endurmeta þetta innan árs, og það er bara eitthvað sem við ættum að gera í kannski varðandi fleiri hluti. Við erum auðvitað í vinnu við að taka ákvarðanir og þurfum að vera duglega að endurmeta þær, en mér finnst þetta ekkert eitthvað sérstaklega einhver ákvarðun til þess að tímasetja til eins árs, þannig ég mun nú ekki greiða atkvæði með þessum tillögum. Takk. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Eva Hrund Einarsdóttir bæjarfulltrúi hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Varðandi lokun í Listagilinu og þessa tölu, hún er ekki komin hér frá mér. Þessi tala kemur úr þessum hópi sem að vann að þessum tillögum, og þannig að þetta er ekki eitthvað að ég seti puttar upp í loft og við skulum loka 4 sinnum. Þetta var líka rætt innan Akureyrarstofu og stjórn Akureyrarstofu sendi athugasemd að það veri ekki sett takmörkun á lokun Listagilsins. Þannig að það komið skýrt fram. Ég tók því þannig að þetta væri að þarna væri ekki verið að tala með, það væri ekki verið að telja með verslunarmannahelgina og 17. júní, og þetta væri vegna listaviðburða í Kaupáksstrætinu sem væri verið að sækja sérstaklega Þannig að það eru 4 skipti sem við verið að tala Þannig að það er fyrir utan það. Líka bara því ég las líka könnuna sem var gerð, og þá sá ég að það eru fleiri á móti því að Listagilið sé loka heldur en göngugötunni. Þannig að það bara komið skýrt fram að þessar tölur eru ekki frá mér komnar upphaflega. En varðandi lokunna í miðbænum, ég er alveg sammála Loga, við þurfum að koma til móts við aðilana sem eru þar og þurfum að gera það fyrr en seinna. En bara eftir að hafa hlusta á okkur hér, þá erum við svo mörg á því að við séum kannski aðeins að ganga langt með þessu. Af hverju erum við þá að fara að samþykkja að loka til dæmis allan júlí, alla þessa daga? Af hverju bara breytum við þessu þá ekki hér og tökum bara 5., 1. og laugardag, bæði júní, júlí og ágúst? Ég er búin að heyra frá nokkrum í meirihlutanum að þeir hafa svona efasemdir þetta. Þannig að mér langar bara að athuga hvort það væri hljómgrunnur fyrir því að endurskoða það sem við erum að prófa þetta til vonandi verði þetta að muni þetta ganga vel, en ég líti á þetta sé til reynslu og við munum endurskoða þetta, ég vona að það verið samþykkt að við endurskoða þetta á hausti, en þannig ég vil bara leggja það til að við skoða það, en varðandi töluna
eins og ég sagði, þá það komið úr þessu vinnuhóp sem að ég tel bara hafa unnið þessa vinnu mjög vel og þannig að þess vegna var ég mjög hissa að þetta endaði ekki í lokaskjalinu af því þannig var kynningin frá þeim til mín. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Logi Einarsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla nú ekki að orðlengja þetta, en ég hef ekkert efasemdir þetta. Ég sagði hins vegar í byrjun að ég hefi þurft að velta þessu mikið fyrir mér og mér fyndist ekki ábendingar verslunaraðila léttvægar. En ég held ég hefi líka sagt að þegar allt kom til alls þá teldi ég að þetta væri farsælt skref og við ættum að prófa þetta. Og ég væri meira sér viss það að í framtíðinni þá myndu þeir vera það líka og ég vil biðja meiri lokanir. Þannig að mér finnst ekki að við að hræra í þessum tímasetningum, við stöðum að halda okkur við þetta en ég styð það hins vegar að við bara gefum yfirlýsingu það að skoða reynsluna í haust. Bæjarfulltrúi Logi Einarsson hefur lokið máli sínu, þá orðið laust. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það aðeins verið rætt þessa fjöldatakmörkun í gilinu og greinilegt að það ekki allir á sömu skoðun og ég og bæjarfulltrúi Eva að það mætti setja eitthvað fjöldatakmarkanir þarna inn í. Fyrsta lagi náttúrulega þá kveðið á í reglunum og það gott að það virðist ekki allir hafa lesið reglunum alveg í botn en það kveðið á í reglunum að það eru 3 lokanir fastar á þessu svæði. Það að segja 17. júní, Verslunarmannahelgin og Akuravaka. Síðan í greininni listviðburði í Listagilinu, þar kveðið á að sækja skulu Og það kannski má segja vandamáli við þessa reglur sem við erum að samþykja í dag að það hefði kannski þurft að standa í þeim að því við erum að samþykja núna það þurft að vera að sækja fyrir loka apríl. Að það hefði kannski þurft að setja í ákvæði lokreglurna að á árinu 2016 var hægt að sækja til leið og bæjarstjórn væri búin að samþykja þetta eða miðs júní eitthvað slíkt sko. Þannig að það kannski vantar. Varðandi lokuna í miðbænum að þá sagði ég áðan að mér fyndist kannski að þetta væri svolítið bratt en ég tek hins vegar fram að það var mjög vel unnið að þessu þannig ég held að þetta sé skynsamt og ég hef trú á þetta eftir að koma vel út þannig að þó svo ég kannski í að því að mér hefði fundist þetta vera aðeins meira endur en ég hefði sjálfur kannski teiknað upp þá held ég bara að vinnubrögðin hafi verið með þeim hætti að það sé rétt að láta á þetta reyna. En ég tek undir með bæði bæjarfulltrúa Matthíasi og bæjarfulltrúa Loga að auðvitað ekki léttvægar þær athugasemdir sem að kaupmenn eða verslunareigendur þarna í götunni hafa gert en hins vegar þá finnst mér að sjálfsagt að láta á þetta reyna og ég held líka og ég stend við það að mér finnst að það þurfi að kannski líka til þess að skerpa á þetta vegna að segja ef við setjum, það er vissulega gaman að því að það eru margir listaviðburðir á sumrin, en ég held samt sem ára að þó við settum 4 eða 5 þá held ég að það hef ekki verið lokað svo oft síðastliðið sumar vegna listviðburða í gilinu. Þannig ég held að við séum þó svo við getum sagt að við getum sleppt þessari fjöldatakmörkun, þá held ég að við séum kannski ekki tala nema einhver slíka tölu. En ég svo sem alltaf ekki að fara að vera neitt sárið, ég held að það sé ekkert sáluhjálpað að hafa þessa tölu þarna inni. Ég held að þetta er náttúrulega fyrst og fremst listviðburðir í Listagilinu sem þarf að sækjum og það er náttúrulega þá hlýtur að koma frá listarinu stjórnandi í Listagilinu sem er að sækjum fyrir þessa listviðburði sem er þá settur upp í Listagilinu. Þannig ég held að þeir séu ekkert fleiri yfir sögumánuði en fyrir þess að Akuravöku verslunum helgina og svo 17. júní. En varðandi það sem bæjarfulltrúi Logi kom inn á að hann teldi mikilvægt að þarna gilið er ekki lokað fyrir umferð strætisvagna á laugardögum. Ég held ég farið rétt með að strætisvagnar aka ekki upp gilið helgar ef ég man rétt en það getur vel þessi misskilning í mér en þá leysist það. En annars var það ekkert annað. Takk fyrir. Baldvin Guðmundsson, bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson hefur beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, það sem stakk mig mest var ekki sem fjöldan kemur inn eftir á og það er alveg eitthvað sem ég var ekkert búinn að hugsa sérstaklega, bara heyra þetta rétt áðan. Það sem ég var að benda á það er að það þarf að vera búið að sækja það fyrir apríl. Í raun og veru erum við að segja að núna það verði ekki lokað gilið. Apríl er liðinn. Þessi sumar. Og mér er mjög minnistætt, ég held að það hefði verið einkaframtak þegar
Einar sem rak þá Kaffi Karolínu eða þetta ekki Röfn þá, þegar lokaði Listakilinu og var með Bubba Mortens tónleika í Gilinu, mjög skemmtileg uppákomu. Ég held að honum hafi dottið það í hug með tiltölulega skömmum fyrirvara. Það var mjög flott framkvæmd. Þannig ef einhverjum dettur það í hug, einhverjum atvinnurekendum þarna og til Kea að bjóða upp einhverja svona með frekar skömmu fyrirvara, þá er það ekki hægt að því við erum búin að loka fyrir það og þú gerðir ekki fyrir apríl. Það er nú oft sem það kemur svona rót á fólki svona í júní, sko, þegar sólin fer af stað. Það tekur hettuna niður og hefur ekki gerð eitthvað sniðugt í sumar. Nei, það komst ekki fyrir apríl. Þannig mér finnst það vont. Ég meina það að skipulagsstjóri og jafnvel Akureyrarstofa megin að hafa aðeins rýmri heimild þarna. Hvort sem vilja loka 10 sinnum eða 5 sinnum eða 2. Ég hef ekki sett eitthvað skoðan því eins og staðan er núna, en það mér finnst tímasetningin alltaf vond. Að menn eru brendir inni, þú er að gera þetta á næsta ári. Það sé ég var að benda. Takk. Bæjarfulltrúi Bjarni Jón Pétursson hefur lokið máli sínu. Ég ætla að gera örlítið hlé á fundinum. Þá tökum við upp dagskrá aftur og ég ætla að biðja varaforstjóra Sigríði Huld Jónsdóttur að taka stjórn fundarins og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur beðið orðið. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur lokið máli sínu og biður forseta að taka við stjórn fundarins. Orðið er laust. Eva Hrund Einarsdóttir hefur beðið orðið. Ég ætla að gefa henni leyfi til að taka aftur til máls og það er þessu ringli með þetta hjá okkur. Ég get til mér ekki sagt það svona, ég setti þetta upp í 2 breytingartillögum og held þau fyrri óbreyttri nema til út sækja þar lokar í apríl ákveð en heldinni ámarki verið gerð leyfi fyrir 4 lokar á þessu tímabili en að setjum til að verið á verkefnisreglum þess að verið endurskoðað í október 2016 út frá reynslu. Orðið Eva Hrund Einarsdóttir bæjarfulltrúi lokið máli sínu, orðið er laust. Það sem enginn hefur kvatt sig hljóðs þá göngum til atkvæðagreiðslu með breytingartillögu sem Eva Hrund Einarsdóttir bæjarfulltrúi hefur lagt fram. Já, þessa fyrri sem er 3. grein lokun listagerðsins, lokun vegna listaviðburðar í þeim hluta kauphagsdráttar sem kallast listagerð er heimila frá með 14 til 17, frá maí til september, sækja skal það lokan í apríl. Þetta er svo tillaga sem ég er með. Já, en þetta er svo tillaga sem hún sendi fyrst og svo ætlar að senda mér aðra tillögu sem varst að bera upp núna. Ég er ekki með neina aðra tillögu. Ég ætla ekki að kjósa þessa tillögu sem hún sendir á, heldur þá tillögu sem varst að bera aftur upp núna. Hún tók bara út apríl. Jú, ég vil svona vera. Já.
Þá les ég upp tillögu Evu Einarsdóttur bæjarfulltrúa. 3. grein lokun listagilsins, lokun vegna listaviðburða í þeim hluta Kaupvangsstrætis sem kallast listargil heimiluð frá og með 14 til 17 frá maí til september verður að hámarki gefið leyfi fyrir 4 lokanir á þessum tímabili og legg til klárt þeir sem geta samþykkt það vinsælast gefið merki. Þá og einhverjum móti þá er það samþykkt með þessum breytingum. En varðandi endurskoðun, hún kom ekki fram í mínum lestri. Var það? Ég er nefnilega ekki með. Já, og jafnframt leggur Eva Hrund Einarsdóttir bæjarfulltrúi til að lögð til viðbótargrein sem hljóðar svo. Verklagsreglur þess að vera endurskoðaðar í október 2016 út frá reynslu. Þessi geta samþykkt það vinsælast gefið merki. Það er samþykkt 10. Einhver á móti. Það er 1 sem er á móti. Þá er það tillaga mín var raun og veru samhljóðandi tillögu Evu Hrundar Einarsdóttur fyrir utan það að það var engin fjöldatakmarkanir á henni. Það er bara búið að ganga lengra og samþykkjana. Það er búið samþykkjana. Þá þurfum við ekki að hafa ágjörð af því. Bera reglurnar upp í heild sinni. Þá leggjum við fram reglurnar upp í heild sinni með þeim breytingum sem hafa verið samþykktar á fundinum. Þessi geta samþykkt það eins og skefið merki. Þeir sem eru á móti, enginn á móti, 1 situr hjá. Þá segjum við þessum dagskrárlið lokið, þetta var spennandi.